Nú eru sírennurnar að byrja að blómstra. Þetta er þeirra tími. Ég hugsa að þær séu fáar rauðari heldur en þessi. Knúparnir eru svona alveg dökkrauðbleikir og svo lýsist hún aðeins þegar blómin springa út, en hún heldur samt alveg þessum rauða lit. Hún er ofboðslega flott. Sírena sem lét svolítið bíða eftir sér. Tók alveg nokkur ár í það að fara að blómstra. Þetta er fölvasírena og hún er alveg svona frekar dökki knúparnir, en svo verða blómin alveg svona föl lillableik þegar þau opnast alveg. Og eins og sést það verður mjög grósku mikil. Það verður að blómstra mjög vel núna. Það verður svo falleg litbrigði í sírenunum. Knúparnir eru alltaf dekkri heldur en blómin. Hérna sést hvernig þau verða svona alveg fölbleik, næstuð hvít. Hér er önnur fegurðardís sem blómstrar ljósum blómum. Þetta er bríet og blómliturinn á henni er alveg einstakur. Það er engin sírena sem að ég hef allavega kynnst sem að blómstraði þessum fallega lit. Það er svona svolítið svona ferskjulitaður blæðir á knúpunum áður en þeir springa út, og svo verða þær svona þessi fallegi bleiki litur. Og hún lét líka bíða lengi eftir sér. Hún var ekkert eitthvað að flýta sér að fara að blómstra, en núna er alltaf að bætast í blómgununa, og þessi ægifögru blóm eru nú alveg þess verið að bíða svolítið eftir þeim, sko. Og síðan er hérna við hliðina á henni tegund sem allir þekkja. Þetta er Elinor, fagursyrenan, sem er falleg, vissulega. Hún er bara svona rétt að byrja að springa út. Það er eiginlega ekkert komið af alveg útsprungnum blómum, en hún er líka svona dökkrauðbleik í knúpi, og svo þegar hún springur út þá verða blómin aðeins meira svona purpurableik. Þessi hér heitir þokkasírena, mjög falleg og frekar hraðvaxta. Hún var mjög fljót að komast í alveg ágæta stærð, svo ekki sem meira sagt, og líka fljót að byrja að blómstra. Þannig að þetta er svona góð sírena fyrir óþolinmóða. Hún hérna er líka með svona dökk purpurarauða bleika knúpa, en svo verða blómin alveg svona ljósbleik þegar hún springur út, og hérna svona mjög opni klasar á henni. Mikið af knúpum hérna sem eiga eftir að springa út. Við munum kannski koma aftur á henni síðar. Hér vaxa 2 júnísírenur. Það er svolítið erfitt að sjá þarna upp, þegar blómin eru svo hátt uppi. En sem sagt önnur þeirra er svona ljósbleik og örugglega ljósasta sírena sem ég á. Hún er svona næstu því, blómin verða alveg fölbleik, nánast hvít þegar þau eru orðin alveg útsprungin. Það er svo gaman að hafa svona fleiri lita möguleika. Þessi er ekki með neitt yrkisheiti. Þetta er bara einhver ljósbleik júnísírena. Og svo hérna hinum megin er önnur júnísírena sem er
svona blárri, út í lilla blátt. Hnúparnir eru frekar dökkir. Svo var hann þessi dásundar lilla blái litur þegar blóm springa út. Og eins og nafnið bendir til, þá blómstra júnísírenurnar aðeins á undan hinum. Þið sjáu að þær eru komnar lengra, en það er alveg svona upp á miðju júní sem að þær fara að blómstra. Þannig að það er nú líklegast skýringin á nafngiftinni. Síðan hérna, þetta er sem sagt sýrunan Roði. Hún er bæði með svona rauðbleik blóm og rauðlegt lauf. Sem er nú ámæli litasamsetning. Svo er hér enn ein sýrunan. Þessi heitir Löfi. Þetta er virki frá Þöll. Svo er hérna síðust en alls ekki síst þessi dásamlega sýruna Villanova, sem að er ofboðslega blómsæl eins og sést. Hún kannski blómstrar ekki alveg svona mikið á hverju ári, en hún blómstrar vel og ilmurinn alveg yndislegur. Svona lilla bleik einhvern veginn. Svona algengasti liturinn á sýrunum. Hérna sést hvað blómum verða ljós þegar þau eru búin að opnast alveg.